Alright, velkomin í fyrsta vídeóna sem fría kurs sem ég er að gera fyrir ykkur þannig að ég getur lært þetta. Bara lært grunninn til að byrja með, completely for free, þannig ég skilji hvernig þetta virkar, þannig ég skilji hvernig business virkar yfir höfuð. En í þessu fyrsta vídeói sem ég er að fara að gera núna, ég ætla að fara í gegnum nokkra hluti. Til að byrja með ætla ég að fara í gegnum hvað er aðal hluturinn sem þú eru að vera að fókusa á í byrjun til að græða pening, snöggsta leiðin. Síðan annar hlutur, líka bara hvernig kerfi virkar og hvernig kerfi kennir ekki svona hluti, hvernig þú átt að græða pening hratt, hvernig þú átt að græða pening bara sem fyrst. Nei, það kennir bara okkur voru að vera í 10 ár í skóla eða 5 ár í skóla eða hversu mörg ár í skóla og sen getur þú farið og fengið einhverja 500 skall á mánuð eitthvað, einhverjum launum eitthvað, meikar engan sens. Þannig að, til að byrja með, ég villaði pæla aðeins í þessu, ég ætla að útskýra ykkur aðeins hvernig kerfi virkar á þetta. Ég villaði pæla aðeins í þessu, þetta er mjög mikilvægt að ég pæli í þessu. Mjög mikilvægt. Í veldunum, það kemur að 1500s, 1600s, það kemur að mjög tilbaka, mörgum hundruðum árum tilbaka. Það var alltaf slave, fólk þekkti slave. En hvað voru slave? Slave voru manneskjur sem fóru að vinna allan dag. Þeir bara voru að vinna allan dag, að gera hvað sem er, bara fekk ekki að ráða hvað að gera daginn sem þeir þurftu að fara á að vinna á hverjum degi og þeir kölluðu þetta slave og það gerði allt sem manneskjan sem var að ráða, managerinn á þessum tíma, þau gerði allt sem managerinn sagði, geggja, það var slave. Hvað fekku þau fyrir að vera slave? Ástæðan af hverju nútildags fólk heldur að sé ekki til slaves lengur eða ekki mörg er út af, back in the day, hvernig virkuðu slave? Slave fekku ekki laun. En hvað fekku þau? Þeir fekku mat fyrir sig og fjölskylduna sína. Þeir fekku húsnæði fyrir sig og fjölskylduna sína. Og þeir fekku líka, þeir þurftu að færa sig á milli staði, hesta, hvað sem er. Þeir fekku líka transportation. Geggja. Og allt þetta frítt fyrir að vera slave. Awesome. Hvað gerðist síðan? Og þetta er það sem kallast the modern day slave. The modern day slave, hvernig virkar þetta? Ef ég pæla þess í þessu, í þessum árum, 1500s, 1600s, 1700s, alltaf 1900s, það voru fullt af slaves en þeir fekk ekki borga. Og síðan sast niður the system, Matrix, sást niður í svona boardroom. Þeir geta ekki svona pælt í ykkur hvað ég gera í svona boardroom, svona fólk. Ég get ekki einu svona talað þetta á YouTube, en alltaf þeir sást niður og voru, ok, hvað ég var að gera til að hafa meiri power yfir fólk? Gekkja, búum til, við tökum slaves í burtu og við sýnum fólk að þetta var hvernig slave virkaði. Slave fekk ekki borgað. En við ætlum að taka húsnæði, við ætlum að taka allt þetta drasl í burtu frá fólki og núna það er fólk að vinna til að fá pening til að borga fyrir húsnæði, mat og líka fyrir transportation. Þarna kom það. Það var þetta ekki slave lengur. Já, gekkja, let's do it. Hvað gerðu þau núna? Núna eru þau með fullt af slaves alls staðar yfir heiminn af fólki sem er að gera það sem einhver annar maður segir við þeim að gera. Fá ekki stjórna hvernig þeir borða, fá ekki stjórna hvernig þeir fá frí, fá ekki stjórna hvernig þeir fara á klósettið. Þeir fá bara basically að fara í vinnu, fá laun, borga fyrir lánin sín, borga fyrir húsnæði, borga fyrir mat og kannski á teppin einu sinni, tvisvar á ári fara að ferðast einhvert í viku. Út að vinna einn leið að fara í viku og ekki 2. Þetta er the modern day slave. Þið verða að pæla eins í þessu. Það var bara breytt þessu. Þetta er nákvæmlega sama. Núna færðu peningin til að borga fyrir hlutina. Áður fékkst ekki peningin en það var borga fyrir hlutina handaðar. Þannig að það er það sem þið verða að pæla í. Þetta er the modern day slavery. Modern day slavery. Og af hverju ég segi þetta? Það er þetta að þið þurfa að fatta hvernig systemi virkar. Áður. En þið geti gert eitthvað í hvernig þið græði peninga eða hvað sem er. Ef ég vilja halda áfram in the modern day slavery, continue, go ahead, mér er alveg sama. En ef þú ert manneskja sem vill ná miklu lengra, sem vill ekki vera slave í þessum árum, í 2026, þetta er hvernig slave er. Þetta er hvernig slave virkar. Og sérstaklega með allt þetta online, þú getur gert svo marga öðruvísi leiðir peninga online og þú ert ennþá að reyna að vera einhver slave. Nei, ekki gera það. Þú verður að fókusa á að finna þér leið til að græða pening online. Og núna, hvað er aðal hluturinn sem þú verður að fókusa á? Þetta er ekki svona flóki. Þú ert að finna skills sem þú færð, hvað sem er, markaðssetning, AI, að selja, krypto,
hvað sem bara finna skill, læra þetta skill frá mentor, þú veist, finna mannesku sem komið miklu lengra en þú og læra þetta skill frá svona mannesku og síðan vera að gera þetta skill bara í 365 daga, þú ert ekki að gera lengur en það, 365 daga í 1 ár, bara segja ok, gera bara deal við þig, signa kontrakt við þig sjálfan, ég ætla að vera í 1 ár full in að gera þetta og actually verður bara full in í þessu skill, að selja þetta skill, að gera hvað sem þú mútt að gera og að læra á fullu og síðan tekur þetta heilt ár og reyna að græða eins mikið pening og hægt umkringið í kringum rétta fólki, umkringið í kringum rétta mentor og þetta mjög mikilvægt að finna rétta mentor og mannesku sem actually kentir allt sem hún búin að læra frá öðrum mentorum og líka sem hún búin að læra bara við því að þessu experience sem hún búin að hafa og þú verður að bara lokka inn í 1 ár, that's it, bara lokka inn í 1 ár og þetta mjög mikilvægt, ástæðan af hverju ég að segja, þú veist, þetta vídeo verður bara þetta, þú verður að lokka inn í 1 ár í 1 skill og þú verður að fatta að modern day slavery það sem í gangi, þú verður að komast út úr því það, eina sem þú verður að gera að lokka inn í 1 skill til að byrja með, þetta mindsetið sem þú verður að hafa til að verða successful í online business. Þannig að, with that being said, næsta vídeo að fara einmitt í persónuleikana sem þú verður að hafa fyrir specific business models online og af hverju þú ert að fara eftir specific business models. Þannig að, with that being said, ég sé ykkur í næsta vídeo, let's go!